smitsjúkdómum berkla. Áður en sýning myndarinnar hefst hins vegar á dagskrá inngangur þar sem sýnt heimildaefni og spjalla við nokkra fyrrum berklasjúklinga og aðra sem tengdust sjúkdómnum með einhverjum hætti. Handritshöfundur og leikstjóri Einar Heimisson og í helstu hlutverkum eru Þorsteinn Gunnarsson, Þórey Sigþórsdóttir, Hinrik Ólafsson og Aldís Baldvinsdóttir. Haraldur Friðriksson kvikmyndaði og Tage Amendrup annaðist framkvæmdastjórn og stjórn upptöku en myndin textuð fyrir heyrnarskerta á síðu 888 í textavarpi. SIBS fyrir lífið sjálft. Því það var varla til það heimili að það hefði ekki einhver orðið berklunum að bráð eða fallið fyrir hennu hvíta dauða eins og þeir kölluðu það í. Allt var svo rómantist, líka dauði. Júní 1994. 30 fyrrverandi berklasjúklingar hittast á Reykjalundi. 30 manns sem eiga það sameiginlegt að hafa lifað af hvíta dauðan. Það hafði mikið verið gert til að reyna að hafa upp á þessu fólki og það tókst að finna rúmlega 30. Margir eru látnir. Það líka langt liðið. Meira en 40 ár síðan það var sigrast á hvíta dauðanum á Íslandi, síðan berklahælið stóra, Vífilsstaðir, tæmdist á nokkrum misserum. Þau fóru þangað líka þennan dag þegar þau hittust. Rifjuðu upp minningar einangraðan stað þar sem þau eyddu mörgum mánuðum, misserum, ef ekki árum. Hvíti dauðinn, öðru nafni berklar, var mjög útbreiddur á Íslandi á fyrri hluta þessarar aldar, en talið að sjúkdómurinn hafi borist til landsins þegar á landnámsöld. Berklar eru skæður smitsjúkdómur, enda bakterían sem honum veldur afar lífseig. Hún leggst einkum á lungu, en getur tekið sér bólfestu í öllum beinum og líffærum, jafnvel augum og heila. Berklarnir og útbreiðsla þeirra aldar spegill, enda segir það sitt ástand híbýla og almennan aðbúnað á Íslandi að þessi sjúkdómur sem svo mjög tengist ytri aðstæðum skildi enn vera algengasta dánarorsök Íslendinga á 4. áratugnum. Fram yfir 1950 voru ekki til nein lyf sem læknað gátu berkla og sú vitneskja að hafa greinst með þennan illræmda sjúkdóm reyndist í mörgum afar þungbær. Ég held að mörgum hafi fundist það eiginlega hálfgildings eða dauðadómur að þurfa að fá berkla á þeim tíma áður en lyfin komu. Ég fekk bronkitis, fór svo í skoðun til Helga Ingvarssonar sem þá var með stofun í Lögvegsapóteki og hann segir bara við mig þegar hann er búinn að jeglisa mig: þú ert með sár í hægra lunga, það er að koma á Vífilsstaði strax, getur bara ekki komið með mér núna? Nei, sagði ég. Ég var að fara heim og segja móður minni frá þessu. Það fannst mér í rauninni að þyngsta þannig til að byrja með. Það segja móðinni frá? Já, hún hefði mist föður minn tæplega 14 mann og var þá með 2 litlar stelpur. Mist hann á þessum saman sjúkdómi. Mér var sagt að það væri nú ekki mikið en samt móti þess að ég varð að fara úr umferð og átti að fara á Vífilsstaði. Og ég náttúrulega fór alveg í sjokk og sagði að það kem ekki til í færi á Vífilsstaði. Mér fannst það alveg eins og fara honum gröfina bara. Móður mín var sagt að ég get ekki lifað, svo hún vildi að ég dæi heima. Og ég var fluttur heim og þar hjúkraði mig og hjúkrunarkonur sem voru á spítalunum og fóstra okkar líka
svo að ég fekk alveg sérstaklega umönnun. En ég var svo máttlaus, ég gat ekki lyft höfðunum frá kodda. Ég man eftir því að lyfti henni höfðunni í fyrsta skipti og gat séð út gluggann hvað voru mér mikið gleðistraumur. Það sem einkenndi baráttuna við berkla var lengstum ráðaleysið. Skipuleg leit að sjúkdómnum hófst þó snemma á Íslandi undir forystu berklayfirlæknis. Með almennum gegnumlýsingum var reynt að greina sjúkdóminn sem fyrst og einangra þá á berklahælum sem reyndust sjúkir. Á hælunum var lögð áhersla á gott loft og húsakynni, reynt var að kæla sjúkdóminn út úr líkamannum með því að láta sjúklingana liggja úti í skinnpókum, auk þess sem líkaminn var byggður upp með kjarnmiklu mataræði, en margir berklasjúklingana höfðu ekki ráð á því heima hjá sér. Opnuð voru 2 hæli fyrir berklasjúklinga á Íslandi, hið fyrra að Vífilsstöðum 1910 og var húsið reist á nokkrum mánuðum, hið seinna í Kristnesi í Eyjafirði 1927. Þar dvöldust 100 manna í senn. Hvernig var það að koma inn á berklahæli í fyrsta sinn? Þegar ég leit upp á stjórukörfuna þá sá ég þetta andlitin í gluggunum. Það var að fylgjast með 9 sjúklingum. Og þá ég borið þann inn og ég fannst það svona, þetta var svo alveg líkistæð. Einhverjum mann ég eftir sem höfðu lent í einhverjum meðalagjöfum sem höfðu reynt að nota á berkla sem ég kann ekki að nefna þau, en fólk var hálfblátt á því og í framann og það var skelfilegt að sjá það, sko. Og þegar ég kem inn á Vífilsstaði þá var ég látin á 5-mannastofu. Og þá voru náttúrulega allir gluggar galopnir og allar gardínur fjúkandi út í loftið og hrákadallar á öllum borðum. Það var svona blikkdollur með loki yfir. Allir hóstandi og rækjandi og horfa upp á það kannski að einhver maður fekk blóðspý og sjá rúmið hans varð allt rautt af blóði. Ég meina þetta var skupalegt að sjá þetta. Smithættan á berklahælunum olli því að það gekk erfiðlega að manna þau og þess voru dæmi að starfsfólkið veiktist af berklum. Ein af þeim var ungur hjúkrunarnemi sem var send til starfa á Vífilsstöðum. Þá fer ég að sitja yfir stúlku, deyjandi stúlku, og það var vikutíma sem að það tók hana síðustu dagarnir og hún var það illa farin að hún gat mátt farin að hún gat ekki hóstaði út upp slími og gat ekki skjört í sjálf og ég var að hjálpa henni til að ná slíminu og því að hún var mjög máttfarin og þannig var ég yfir henni alveg hálfboginn og hafði ekkert fyrir vitunum svo það var bara beinleið. Að koma inn á Vífilsstaði þýddi einangrun. Þótt þetta hús var ekki lengra frá Reykjavík en raun bar vitni í kílómetrum talið, þá var það fullkominn sérheimur, einangraður frá öllu öðru. Þarna var fylgst með sjúkrabílnum og strætisvagninum koma og fara, stundum var leið í skálanum reynt að drepa tímann. Berklar voru svo útbreiddur sjúkdómur að varla fannst fjölskylda á Íslandi sem var með öllu laus við hann. Ungir og aldnir, ríkir og fátækir. Allir áttu það sameiginlegt að vera með berkla og telja sig dauðadæmda og sameinast í útskúfun sinni þeirri staðreynd að finna ævinlega fyrir því að annað fólk, jafnvel ættingjar og vinir, óttast þá, sækir smithættunar. Eitt af því sásaukaфyllsta við sjúkdóminn var á nokkurs vafa aðskilnaðurinn við ættingja sína, sérstaklega við börnin sín. Hvernig tilfinning var það? Það ekki hægt að lýsa því. Hvað sástu barnið þitt oft? Við fengum að sjá, við fengum að skreppa í bæinn og sjá við myndum aldrei snerta. Hvað ekki komin nálægt þetta? Ólafur Ragnar Grímsson var 3 ára þegar móðir hans veiktist af berklum og varð að fara á Vífilsstaði.
þessi óvissa, þessi sem tengdist veikindum hennar og það að hún gat kannski hvenær sem dáið, gerði það verkum að ég sem krakki þegar ég fór að muna svona eftir mér, 7, 8 og 9 ára, var nánast að herða mig alltaf upp til þess að geta tekið við fréttinni, vondu fréttunum að veikindin væri orðin verri eða þá að henni myndi aldrei batna. Og þannig byggðist inn í manni svona kannski harka eða vilji eða hjúpur og skel gagnvart illum tíðindum sem gerði mann svona fjarlægar í hversdagsleikanum og þessum áhyggjulausu leikjum sem að vinir mínir og jafnaldrar voru í. Á ofanverðum 3. áratugnum flutti ungur læknir Helgi Ingvarsson að nafni röntgenmyndatæki til Íslands á eigin kostnað. Það voru aðeins til 2 önnur röntgentæki á Íslandi, annað á Berklahælinu á Vífilsstöðum, hitt á röntgenstofunni í Reykjavík. Sú staðreynd að Helgi, sem var sérfræðingur í berklalækningum, gat greint sýkingu fyrr en áður með tæki sínu, bjargaði lífi ófára Íslendinga, því eins og Helgi skrifaði í Læknablaðið árið 1927, þá gátu byrjandi lúnaberklar í flestum tilfellum batnað að fullu. Faðir minn var berklasjúklingur og skildi afskaplega vel viðhorf skjólstæðinga sinna. Hann sigraðist af berklum og það gæti eftir vil hafa orðið til þess að hann vildi hjálpa þeim í baráttunni. Hann keypti röntgentæki 1927, setti upp lækningastofu og taldi sig finna 1 til 2 smitandi berklasjúklinga á viku. Helgi Ingvarsson gegnumlýsti alltaf 60 Íslendinga á dag á 4. áratugnum, auk þess sem hann reyndi ávallt að tileinka sér nýjustu aðferðir í berklalækningum. Hann fylgdist afskaplega vel með því sem var að gerast erlendis, las fagtímarit, fór oft í siglingar og hafði alltaf samband við ýmsa lækna erlendis, leitaði frétta. Mörg lyf voru nefnd og voru prófuð, en þau reyndust gagnlaus og sum skaðleg. Meðal annara berklalækna voru Sigurður Sigurðsson, berklayfirlæknir, Jónas Rafnar, yfirlæknir á Kristneshæli og Oddur Ólafsson, yfirlæknir á Reykjalundi. En það sem læknarnir gátu gert fyrir sjúklinga sína var lengstum takmarkað, þótt gerðar væru ýmsar tilraunir. Brjósthol sjúklinga var til dæmis blásið til að þrýsta saman berklaholu í lunga. Það var eina fá úrræðum sem mann höfðu, það var að setja loft á milli rifjana, plássa því í gegnum nál, sem þrýsti svo lunganum saman. Og þannig var endurnýja loftið alltaf öðru hvoru, svona viku millibili, og reyna að halda því, en það var ekki gefið að loftið kæmist að þeim sýktablettunum, því það gátu að vera samgróningar sem sem tóguð í sárið, og það komst ekki á gagni. Svo að meðaltali voru ekki nema 3 hver sjúklingur sem loftið gat hjálpað. Önnur aðgerð sem framkvæmd var á berklasjúklingum var svokölluð brennsla, en þá var reynt að eyða samgróningum á brjósthimnum. Það voru sett svona 2 skurðir á brjóstkassan og farið með ljósinn og tegin einum megin og ef maður snýrum ákveðin hátt þá var hann glóandi og hann klippti á samgróningana. Og þetta var mjög erfitt verk, það var innan 2,5 tíma með mig. Ég var mjög dansaður og helgi alveg kósveittur. Það var svo erfitt og hans náðast ekki ná einum svona samgrónum sem væri blóð sem æð væri í, sem gæti verið svolítið varasamur, gæti fengið vatn í brjósthólið. Og vatn í brjósthólið gæti alveg verið fatalt, sko. Það gæti þýtt að maður Jón Jónsson, þarna
ljóðskáld frá Ljárskógum, hann á að næstu stóð við mig, hann hafði lent í svona brennslu og hún hafði mistekist þannig að það kom vatn inn á brjósthólið og hann fór ekki að fætur eftir. Þriðja aðgerðin sem yfirleitt var framkvæmd á Akureyri fólst í því að rif í brjóstkassanum voru stytt, þannig að hann féll saman og þrýstið að lunganu svo að berklarsárið lokaðist. Þessi högning fannst mér þá að það var mikið umtalað og það var rifjaskurður og teknir bútar úr rifjunum og þá fjallst lunga saman. Það fóru bara ekki ræðarlega skekktust og allavega og þetta var engin hilsa hjá þeim. Ég get ekki hugsað mér það var þannig. Og eins og hann sagði, Guðmundur Karl sem gerði þess aðgerð, hann sagði þetta er andstyggilegt, þetta er hrossalækning, þetta er engin lækning. Maður fékk róandi lyf kvöldið áður og morguninn og síðan sennilega morfinsbrautu áður maður fór á borðið og síðan var maður staðið deyður og var það mikið fyrirtækið því að þetta er skurður sem er ofan á hálsi og niður bak og fram á síðu samsett 30-40 cm langur og rifinn losuð og klift við fram í bringabrinn og aftur hrygg og þetta gerðist í þrennu lagi, 3 rifi, það voru tekin í einu með 30 vegna millibili. Þetta var náttúrulega þessi mikið álag með orðin. Sérstaklega seinna aðgerðina á Davíði fyrst verð þegar var skorið á sama stað 3 sinnum. En ástæðan var sú að það var enga hjálp að fá nema hjá sjálfum sér. Enda er kjörorð berklasjúklingana stýrið sjúka til sjálfsbjargar. Reykjalundur hafa nefnilega stofnar til þess að taka á móti berklasjúklingur sem voru að útskrifast svo þau færu ekki beint út á vinnumarkaðinn, heldur hefði eitthvað svona millistig á milli hins daglega lífs út í daglega lífinu og sjúkrahússins. Það hafði nefnilega komið í ljós áður en að SIBS var stofnuð og að fólk veiktist svo fljótt aftur. Það fór að vinna kannski á togurum eða í erfiðisvinnu og veiktist fljótt aftur og fór aftur á Vífilsstaði, kannski trekk í trekk. En forystumenn SIBS, þeir vildu koma á fót stofnun eða heimili, þetta var alltaf kallað heimili, vinnuheimili, þar sem fólk gæti unnið sig upp, eða unnið sig upp í að hafa þokkalegt vinnuþrek. Það gat enginn farið upp á Reykjalundi nema hann hafði minnstakosti 3 klukkustunda vinnuþrek á dag og upp í 6 tíma. Það var mikil menning á Vífilsstöðum. Þar voru skáld og tónlistarmenn, málarar og leikarar, auk þess sem staðurinn var orðlagður fyrir rómantík. Einn af þekktustu vistmönnum hælisins var Jón frá Ljárskógum, söngvari og ljóðskáld, og liggur eftir hann einn af þekktustu textum Vífilsstaða, næturljóðið við Etíðu Chopins. Ég drá
Helgi Ingvarsson, yfirlæknir á Vífilsstöðum, var þekktur maður á Íslandi, þótt hann inn í starf sitt í Kyrþey. Starfsaðstæður hans voru mjög erfiðar, enda sjúkdómurinn ólæknandi. Starfsdagurinn byrjaði með stofugangi og skoðun var þar á eftir. 11 leyti var farið upp að gegnlýsa og eftir hádegi voru gerðar ýmsar aðgerðir. Klukkan 5:30 þá gat fólkið komið niður, það var annar stofugangur og þá gat fólkið komið niður og rætt við lækni sinn ýmis vandamál. Og það var óspart notað. Helgi var á vakt á þriðjudögum og föstudögum og svo var nú starfsdegi hans ekki lokið með þessu, heldur nái vinur hann segir og vissum að því heima að hann fór á hverjum degi á kvöldstofugang 10 leyti og heimsótti þá sjúklinga sem hann taldi þess þurfa. Hann var alveg einstakur persónuleiki. Hann var meira en læknir, hann var eins og, manni fannst eins og pabbi hans. Hann var svo hlýr og mannlegur. Hann átti svo stórt hjarta og hann gerði svo mikið fyrir mann. Sko, læknar þurfa meira að vera eldri en læknar, þeir þurfa líka að vera manneskjur og skilja sjúklingana. Og það gerði Helgi Ingvarsson eins mikið svo nokkur maður gat, held ég. Fyrir nú utan hvað hann var huggulegur og glæsilegur, sko. Helgi hefur greinilega haft alveg sérstakan sess í augum þessara sjúklinga. Hann var ekki bara læknir, hann var svona sérstakur vinur þeirra. Ég vil nú ekki nota orðið guð, en nánast þannig að hann hefði einhvern sérstakan mátt og vald og mannlega hlýju sem gerði það að verkum að bæði mamma og aðrir töluðu Helga Ingvarsson ekki eins og venjulegan lækni, heldur nánast eins og mann sem hefði göfumennsku og hæfileika sem ekki var af þessum heimi. Í tímaritum íslenskra berklasjúklinga birtust iðulega greinar sem hafist gátu svo. Fregnir af nýjum berklalyfjum eru alltaf öðru hvoru að berast. Mönnum er ráðlagt að taka slíkum fregnum með varúð. Blaðinu þótti þó rétt að geta þessa lyfs sem hér er lýst. Minningargreinar berklasjúklinga sögðu sína sögu og þær voru sannarlega ennþá margar þótt komið væri fram yfir miðja öldina. Haustið 1951 stóð einu sinni sem oftar í Reykjalundi að enn á ný hefði hvítadauðanum á undanhaldi sínu tekist að valda lítt bærri sorg í íslenskri fjölskyldu og þjóðinni óbætanlegu tjóni. Ekkert lyf hafði tilætluð áhrif, ekkert lyf gat læknað berkla.
Góðan daginn. Hvenær fannst þetta í þér? Síðustu viku. Sáu bletti í lungana. Það voru allir gegnumlýstir í verksmiðjunni. Hvaðan ertu, vinan? Héðan, úr bænum. En þú? Að norðan. Úr Eyjafirði. Ég kom hingað úr Kristnesi. Það var svo þröngt þar. Mér sýnist nú ekki vera pláss mikið hérna heldur. Læknirinn sagði að ég þyrfti nú ekki að vera lengi hérna. Mesta lagi 3 mánuði. Mánuðir. Þetta halda allir. 3 mánuðir. Hvað heldur ég sé búin að vera hérna lengi? 5 ár, vinan. 5 ár. Hættu strax. Ekki vera að vorkenna þig svona. Hvernig nautur þú að fólk hafi það hér? Ha? Jóna dó í nótt. Hún var einn á undan þér. En núna er hún farin til Guðs á himninum. Horfðu í kringu þig, stelpa. Horfðu. Hættu að skæla eins og krakki. Æ, það nú ekki óþarfi, Klara? Og leyfðu henni að jafna sig. Ég kom hingað 21. Það eru 30 ár síðan. Ég var sjálfur veikur. En ég vildi berjast. Ég gekk oft upp á toppinn á hæðinni sem þú sér hérna undir gluggann. Það kom upp úr mér blóð. Í hvert sinn sem ég kom upp á toppinn á hæðinni, að þá var ég að spýta blóðin í vasarklútinu. Og þú ert nú ekki einu sinni með blóðspýting, góðar mín. Svo þetta er alls ekki svo slæmt. Og einn góðan veðurdag, að þá komst ég alla leið upp á toppinn. Og það kom ekkert blóð. Ekkert. Klúturinn minn var alveg hreinn. Og þá vissi ég, Alma mín, að ég hafi sigrað. Og ég veit að þú getur þetta líka, vinan. Ég sé það á þér. Hverjar eru líkurnar? Hvað er holan stór? Það eru góðar, Alma mín. Þú ert hraust á upplagi. Og holan í þér er bara eins og smápeningur. Og hvað gerir þið við mig? Við reynum fyrst að blása þig og svo sjáum við hvað setur. Já, það verður kallað á þig á morgun eða hinn.
Hann er kaldur þessi. Hver er þetta sem á hana bíl? Sjómaður að norðan. Sem á sletta peningum og þennan líka fína bíl. Jóhann er sko ekkert að spyrja neitt leyfis til að fara burt með sígarettur og vín. Svo sleppti ég úr fatinu og hvað haldið ég að við séð? Tundurdufl. Tundurdufl? Já, tundurdufl. Lítið grátt tundurdufl. Það maraði þarna í hálfu kafi rétt upp við síðan á togaranum. Það glitti í takkan á því. Svo ég sleppti þessum úrgangi frá kokkinum beint á það. Dundraði litlum sætum þorskausum og dufli hans Hitlers. Þetta er líka fína dufl. Hitler náði okkur ekki. Alls ekki. Þótt að hafa nú munað litlu stundum á heimleiðinni frá Húll. Ætlar ekki að taka neitt loft? Jú, núna hefst það. Svona vinnur skellt þessu utan á þér. Ertu
Varst þú í háskóla? Nei, ég var það. Þú varst það? Þú var ekki unnumótturskipstjóri? Vilt þú meiri slátur? Nei takk, ómögulega. Þú mátt klára. Hárkastjóri var það. Þeir voru það allir að hans eða á. Þú hifðir drenginu upp? Ég skal segja. Þú gæti kannski hift mig upp úr Allandshafinu ef ég dett útbyrðis að dallinum. Þið hefur sett þetta. Ég sem það? Jú, sko, það var skýrt. Holan í júrinu alltaf að stækka. Heyrið þið? Það er sagt að hún fari norður næst. Verði höggvinn. Lunga alveg komið í grauta. Hún orðin alveg hól. Þeir ætla að segja 7 ríf, ef ekki 9. Þú þarft ekki að demonstrera þetta fyrir mér, Klara. Þú heldur það. Ég er farin að þekkja þessar hólur og þessa hósta. Ég veit hver á hvern hósta. Nákvæmlega jafn vel og þú. Það er aldeilis völlurinn á þér, Alma. Ég vildi að ég hefði híft þennan dreng upp úr vatninu. Það verði skefast vel. Æ, þegiðu. Þú heldur þó ekki hefði áhuga á þessum montna sjómanni? Aldeilis ekki. Ég þoli ekki montið fólk. Sérstaklega ekki montna kallmenn. Svo er aldeilis forbókuð ekki mér. Það mætti halda þetta strákastandið í dæmtíð. Og krakkaormurinn sem þú hafðir upp úr því, það hafi nú bara farið endalega með þig. Þegiðu. Þegiðu bátar. Helvítin ykkar. Í tvöfaldan Pernod rockstakk.
Kemur þú oft hingað, vinurinn? Svona endrum á sinnum? Vinnurðu í banka? Já. Hvernig vissirðu það? Ég vann einu sinni sjálf í banka. Ég vil bara menn sem vinna í banka. Menn sem hafa mikið af peningum á milli handa. Þú ert myndarmaður. Bara sætur. Fallegur. Þú hefur svo fallegan munn. Ég vil bara menn sem hafa fallegan munn. Það gerir útslagið. En þú? Kemur þú oft hingað? Ég kem sjaldnar og sjaldnar. Í rauninni alltof sjaldan. Ég þurfti að koma hingað oftar, ég sé það. Kallaði mig bara Bogguvinurinn. Viltu vera vinur minn? Já, engan vin. Mér langar svo að eignast vin eins og þig. Fallegan vin. Með fallegan munn. Bankastjórinn minn. Svona, sofðu núna svolítið. Þú vaktir of lengi í nótt. Drap einn í nótt. Alma, heyrðu það? Og var það þess virði? Það var ungur bankamaður. Meinlaust greið. Í rauninni heiftarlega óspennandi. Það var einmitt það sem ég þótti svo spennandi við hann. Þetta sakleysi.
finnur maður sakleysi nota? Hvar finnur maður þetta sakleysi? Æsku. Það er svona. Komdu út í smók. Æ, ég nenni því ekki. Hvað þú bara? Komdu út í smók. Ég nenni því ekki. Ég heyri ekkert. Ég heyri ekkert. Ég viss þessa aukaverkun. Ég hélt að hún væri svo sjaldgæfa að það væri rétt að reyna lyfið. Þú mátt ekki ásaka sjálfan þig. Þú hefur aldrei gefið öðrum streptomycin en þeim sem höfðu allt að vinna en engu að tapa. Þú lofar engum neinu. Manstu þegar þú keyptir röntgentækið á stofuna? Við áttum ekki neitt. Enga búsl, ekkert. Bara röntgentæki til að þú getur horft í gegnum fólk. Og hvernig þú fórst með hendurnar á þér út af þessu röntgentæki? Ég sagði þér alltaf að nota hanska og svundu við þetta. Það næsta verður betra. Ísóníasíð. Hvað hefurðu heyrt? Þeir byrjuðu að nota þetta í Ameríku. Það er ekki ennþá komið á skrá. En þeir segja það virki. Ísóníasíð heitir það. Ísóníasíð. Ég verð að fá þetta lyf, Guðrún. Ég verð.
Þetta er að batna. Holan er að minnka. En við höldum áfram að blása þig. Þú ert drottning fuglaskítsins. Þú hugsar ljótt. Ég treyst á það að hugsa ljótt og tala ljótt. Þeir sem guðirnir elska ekki, þeir deyja ekki ungir. Þú lést aldrei skjóta þig niður, Jóhann. Manstu það ekki? Þú komst alltaf, alla leið. Þú lifðir þá og þú munt lifa núna. Þú minnir mig á stúlku sem ég hitti einu sinni. Við vorum fjarskalega vinsælir. Við áttum pund. The Red Lion. Það var að líða lokun. The Red Lion. Ég fór með henni heim. Og það sem hún vildi. Hún vildi reynda líka nokkuð pund. Það var nú bara venjan. Ég sá að hún var stríðsekja. Og ég sá að hún hafði glatað þeim sem hún átti. Þeim sem hún hefði elskað. Hann var farinn í stríðið. Svo allt í einu, það heyri í þessu barni innan úr herberginu. Það kallaði, en hún svaraði ekki barninu. Svo kom hann fram. Það gat ég ekki snert hana. Ég gat ekki gert það sem ég hafði svo oft gert. Svo ég gaf henni bara pundin. Veistu hvers vegna ég er að segja þér þessa sögu núna? Nei, ég veit það ekki. Ég er óboðinn gestur. Alltaf.
óboðin. Þú átt þitt líf, barninu þínu. Ég get ekki hitt hana. Get ekki snert hana. Ég myndi smita hana. Alma, geturðu komið með mér aðeins niður? Já, Stella. Við vorum búin að ákveða að vera saman. Alltaf. En núna sér hann mikið. Ekki síðan ég fór í högninguna. Ég hlustaði á rifin hverfa úr mér. Ég hlustaði á hvernig þau voru klippt burt og hvernig þeim var hent í fötuna á gólfinu. Þessi rifbein eru glötuð, alveg eins og kossarnir okkar sem aldrei verða kyrstir. Ég er kriplingur, Alma. Ég er eins og gamalmenni þótt ég sé bara 24. Það er búið að taka 9 rif og kannski verða fleiri tekin. Ég þoldi aldrei þá sem voru veikir fyrir, þá sem grétu. Þegar dallurinn okkar lét úr höfn og við ætluðum langt burt. Kannski alla leið til Flít út eða Hull. Þá grétu alltaf einhverjir. Ég grét aldrei. Aldrei. Ég byrjaði að sigla í stríðinu þegar ég var 18. Ég hugsaði ekkert um það hvort við erum skotnir niður.
Ég litið á hugsun hjá mér. Þetta gekk svo langt að ég hataði það sem grétu. Þegar ég hafði yfirgefið konu og hún grét, þá hataði ég hana. Ég hataði hennan grát og ég hataði hana. Ég veit ekki hversan ég að tala með þetta einmitt núna. Kannski út af því ég tók dropa til að hósta ekki. Geta þig svona talað svona lengi í einu? Hvað er dóttir þín gömul? 5. Hvar varstu þér út hana? Þegiðu. Fyrirgeðu. Fyrirgeðu mér, amma. Það var rugl. Helvítis rugl. Ég var alltaf samum með hann. Ég var svo ung. En síðan hef ég lifað fyrir þetta barn. Og ekkert annað. Ég sem ætlaði í háskólann. En ég lifi fyrir barnið. Ég pakka kekskökum inn í sellófan fyrir hana. Það var svo skítakaupi sem konur fá borgað. Svo smottir í með það sem karlmaður myndi fá. Og hann pakkaði kekskökum inn í sellófan. Hann bað mig að færa þér þetta handa dóttur þinni. Jóhann var kallaður norður með dags fyrirvara. Hann fór í högninguna morguninn. Já, í dag föstudagur. Ég verð að fá duftið sem kom áðan með vélinni. Ég verð að fá það í pillum á mánudaginn. Já, þið verð að flýta ykkur. Flýta ykkur. Þetta er ís og nýja síð. Nýja vonin.
Hverju þakkið þér þennan árangur? Yfirlæknirinn fékk ísóníasíð frá Ítalíu. Það bjargaði lífi mínu eins og fleiri. Ísland var eitt fyrsta landið í heiminum þar sem það var notað. Það var ekki lítið sem yfirlæknirinn lagði á sig til að fá þetta duft handa okkur. Ísóníasíð fækkaði fólkinu á hælinu á nokkrum misserum. Það virkaði strax á mig. Ég sá Boggu aldrei aftur. Hún kom ekki aftur heim af danska hælinu. En Klara komst heim og Stella líka. Jóhann var einn af þeim síðustu sem voru sendir norður og dóu þar. En ég fór heim svona stuttu seinna.